Já, kæru vinir, ég ætla að lýsa efasemdum eins og áður við þessa tilhögun kosningu forseta með 2/3 atkvæða. Við skulum aðeins hugsa ekki að þetta sé engan veginn hægt að lifa með þetta, en við skulum hugsa hvaða afleiðingar þetta geti haft. Sums staðar þar sem þetta hefur viðtekist hefur fest sú venja menn einfaldlega, ef menn geti ekki samið þá skipta menn með sér kjörtímabilinu. Kannski það ekki verra, en það ekkert endilega þar með sagt að við fáum sterkari þingforseta fyrir vikið sem hafi sterkara umboð. Nú, ég auðvitað að hugsa hvort það þurfi þó ekki enga síður að tryggja það að sé aldursforsetin sem stýri, hvort hann sé ekki ljóst að hann uppfylli öll þessi stjórnskipulegu hlutverk sem stjórnarskráin felur honum að öðru leyti. Og ég hef sömuleiðis ákveðnar efasemdir það að taka atkvæðið af þingforseta við það hann verði þingforseti. Ég hef talað fyrir aðskilnaði milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds. Ég held að sé ekki endilega nauðsynlegt að sá sem stýri löggjafarvaldi sé sjálfur ekki hluti af því að því leyti að hann fari ekki með vald til þess að greiða atkvæði lög. Þannig ég myndi frekar vera íhaldssamur í þessum efnum og halda í það fyrirkomulag varðandi þingforseta sem nú við lýði, og ég held að það hafi ekki gefist sérstaklega illa. Takk.